Já, sko, þetta er einhver leikur. Leiðin til velgengni er leikur, ratleikur og við ætlum að taka þátt í honum og við ætlum að komast alla leið. En hvað er alla leið? Hvað er markmiðið? Hvenær erum við komin alla leið? Við höfum ekki hugmynd um það. Þannig við skulum leita að svara við því og, við skulum leita að svara við hver sannleikurinn er. Og og við höfum fundið sannleikann og hann hefur alveg virkað, en svo allt í einu hættir hann að virka. Hvernig getur það verið? Maður á að fylgja sannleikann. Það er boðorðið. Og það á ég að segja, ég er drottinn Guð þinn og þú skalt ekki aðra guði hafa. Það geti ekki verið til margir sannleikar. Þannig að við förum byrjum á þessu, förum í leikinn og hann byrjar í neðri hlutanum í álög, þar sem ég byrja að biðja pappa og mammu um pening. Og við það að fá peninga, þá er ég að reyna að uppfylla öryggisþörfinni og þegar ég er að nota peningana til að kaupa mér eitthvað, gera eitthvað skemmtilegt, þá er ég að vinna í félagsþörfinni. Og því ég vil vera með í þessu. Og svo komumst við að því að það er ekki endilega ótakmarkað sem pappa og mamma hafa peningum. Það er allt í lagi að biðja þau um pening fyrir nammi með sjónvarpinu, en þegar ég fer að biðja um iPhone og tölvu og eitthvað, þá er ekki sjóðurinn eða brunnurinn er ekki ótæmandi. Það er takmörk fyrir því hvað þau geta látið hafa. Og það finnst mér fúlt, af því að sannleikurinn er sá að þau eiga að sjá um mig. Vegna þess að þessi byrjun það heitir umönnun. Og þá líður mér ofsalega vel þegar þau eru að sjá um mig. En ég viðurkenni það að þau eiga ekki nógu margir peningar, ég þarf sennilega að gera eitthvað í þessu sjálfur. Og þá komum við upp á efri hlutann í álög og neðri hlutann í óreiðu og þar er þessi sannleikur, ég þarf tekjur. Ég þarf tekjur og þá er ég með meiri pening til þess að gera eitthvað skemmtilegt í félagsþörfinni. Og þannig að ég prófa bara, ég fæ eitthvað pening frá þeim og svo bý ég mér til svona aukavinnu á kvöldin fyrir að vinna í sjoppu eða eitthvað og þá fæ ég eitthvað pening sem er minn peningur og ég má bara gera það við það sem mig langar að gera. Aha, nú er ég búinn að finna sannleikann. Ég þarf tekjur. Og svo og við það að fá sér tekjur, þá færist maður upp í óreiðuna og í neðri hlutanum í óreiðunni, þá er maður að finna út úr þessu hvað maður þarf mikið til þess að ég sé að fá nóg. Og þannig að maður uppgötvar sannleikann í efri hlutanum í óreiðu og svo er maður að iðka í neðri hlutanum í óreiðu og þetta bara svínvirkar. En svo bara allt í einu hættir sannleikurinn að virka. Og það sem að gerist þarna er að það bara getur ekki verið að sannleikurinn virki ekki. Það er bara, þannig ég þarf bara að reyna betur, ég þarf bara að reyna að ná meiri pening. Og það er þetta að það sem gerist er að við neitum að trúa því að þetta sé ekki rétt. Þetta er búið að vera að sýna sig að vera rétt og við erum þannig að fara hring eftir hring í að reyna að fá þetta til að virka, en þetta er hægt að virka. Ég þarf að safna skuldum og vanskilum og þá hlýt ég að þurfa meiri pening og þessi tregða að vilja trúa því að
að það sé til fleiri sannleikur en einn, verður til þess að við erum að fara að reyna þetta hérna sko áratugum, svo áratugum skiptir. Við vitum ekki hver leikurinn er og við vitum ekki hvenær maður er búinn að uppfylla einhvern áfanga. Þannig við vitum bara að ef ég ætla að standa mig, þá þarf ég að hafa pening. Og það er núna farið að teikna líka á þessar samþykktarþörfinni. Ég er að nota peninginn, við kaupum með peysu og svo bara kemur í ljós að mömmu finnst hún ekkert flott. Og mamma er kannski ekki heldur neitt sátt við það hvernig ég er að nota peningana. Þannig að þetta er ekki að fullnægja mér. En þá er það bara vegna þess að ég er ekki að þéna nóg. Þannig að það er ekkert sem enginn sem segir okkur að þetta sé eðlilegur staður og þegar sannleikurinn hættir að virka, þá eigum við að leita næsta sannleik. Sko því sannleikurinn er ekkert farinn neitt, heldur erum við að stækka hann. Við þurfum að biðja hjálp og það þegar það er, en við þurfum líka að vera sjálfbjarga. Þannig hann er ekki farinn neitt. En okkur finnst það einhvern veginn og hérna koma þessar gryfjur sem við vorum að reyna að finna brú fyrir áðan, að finna brúna á milli, en til þess að komast áfram frá óreiðuöflum skuldum, það er enginn sem segir okkur hvað rétti tíminn er fyrir það. En við finnum út úr því á endanum að til þess að komast áfram, þá þarf ég að læra að draga saman og og svo sættir maður sig við það. Ok, sannleikurinn er sá að ef það verða það úr tekjunum mínum sem ég vil, þá þarf ég líka að læra hvernig maður nota peninginn. Ég þarf að draga saman í neyslunni. Ég þarf að læra hvert ég sendi peninginn, þannig að hann sé að uppfylla samþykktarþörfina heimili og frelsisþörfin kveiknar á henni, þegar nú viljum við bara vera sjálfstæð, við viljum ekki þurfa á því að halda að vera að biðja pabba með pening. Þannig að sannleikurinn er núna að við þurfum að draga saman og svo förum við í neðri hlutann á skuldum og höldum áfram að draga saman og draga saman og búin að taka á okkur allt líf. Ég er 49 kíló og börnin mín fá ekkert að borða. Og af því að ég er að leita lausn á fjármálunum mínum þar sem ég leyfi mér aldrei neitt og dreg meira og meira saman. Og fyrst þetta er ekki að virka, þá hlýtur að vera vegna þess að ég er ekki að draga nóg saman. Þannig að við lendum í þessu og hverju einasta stigi að ríghalda í sannleika og að hann á að virka. Sko, mínuspóllinn í litlu þrepunum, að komast á milli stóru þrepana, framkvæmd, mínuspóllinn þar heitir að ríghalda í. Maður rígheldur í það að maður sé búinn að finna sannleikann og hann hlýti að vera ódauðlegur. Jæja, þannig fór nú það. Og nú er ég búinn að eyða 10 árum í að vera að reyna að draga saman. Og ég er ekki að ýkja. Sjálfur var ég í 20 ár að finna leiðina út úr óreiðunni. Allt er leið. Við bara segjum, ok, hvernig kemst ég út úr skuldastíginu ef það er ekki með því að draga saman? Jú, þú þarft að læra skipulag og svo þarftu að skipuleggja hvernig við ætlar að ganga frá vanskilunum, hvernig við ætlar að eyða peningunum frá mánuði til mánaðar og svo framvegis.
Þannig að skipulag krefst þess að maður þurfi að gera samninga, samskipti við aðra og svo framvegis. En það er það sem er næst. Við þurfum að koma okkur út skuldum með því að gera skipulag. Og skipulagið það svínvirkar í efri hlutanum á skuldurum, af því þá göngum við frá öllum vanskilum og komum okkur upp í jafnvægið og þar notum við að neðri hlutanum skipulag til þess að reyna að halda utan neysluna þannig að hún sé í lagi, ég sé að fá nóg fyrir matnum og ekki of lítið og ekki of mikið. Og við þarf bara að sjá til þess að það virki. Ég og mín fjölskylda og okkar fjármál. Og þetta verður alltaf lagi. Nú virkar bara allt. Núna er ég bara farin að geta farið. Ég er ekki í vanskilum og ég á fyrir mat og ég get farið í ferðalag og eitthvað. En svo koma þessi óvæntu útgjöld alltaf og eyðileggja þetta fyrir mig. Og bíllinn bilar og eitthvað svona. Og ég er að reyna að laga þetta með skipulagi, en það er svolítið erfitt að skipuleggja það hvenær bíllinn bilar eða hvenær einhver óvænt útgjöld inn í ámanni. Við erum alltaf að fá okkur áföll öðru hvoru. Ókei, núna er ég samt búinn að vera að prófa þetta í bara, önnur 10 ár. Og en svo finn ég nýjan sannleik og hann heitir þá að búa til sjóði. Og þannig að til þess að koma út úr jafnvægi, þá þarf ég að eiga sjóði. Varasjóð, til dæmis, til þess að eiga fyrir viðgerðum á bílnum. Ég vil kannski eiga varasjóð þar sem ég get lent í því að vera kauplaus í 3 mánuði eða eitthvað. Kannski vil ég eiga varasjóð til þess að geta átt fyrir því að vera ekki með tekjur í 3 mánuði. Varasjóð til þess að mæta því þegar eitthvað bilar. Varasjóð til að ekki varasjóð, bara sjóð til þess að fjármagna ferðalög. Og þess að það sem ég er að taka eftir þegar ég er í jafnvæginu er alltaf þegar það kemur eitthvað óvænt, þá dett ég niður á skuldastigið aftur og svo vinn ég mig upp í jafnvægi, af því nú kann ég það. Þannig maður þarf að fjármagna lífið með því að fara niður í skuldir og vinna sig upp aftur. Þetta er hringrás, þar sem maður fer til Spánar í 3 vikur, kemur heim með visareikning og þá vinnur maður sig út úr þessu aftur. Og manni finnst þetta fúlt. Og ég á að geta haft það betra. En ókei, ég sé þetta núna. Ég þarf að hafa sjóði. Já. Og þessi sjóðir, þeir eiga að grípa mig þegar að eitthvað kemur upp. En þeir eiga líka að vera eitthvað sem að fjármagnar ferðalög og svo framvegis. Já, nú er búin að vera þetta. Nú ætti þetta alltaf að vera komið. En, nei, það er eitthvað ekki að virka. Við erum alveg fullt af peningum, en þeir ekki að gera neitt fyrir mig. Þeir eru ekki að gera mig hamingjusaman eða veita mér skjól og eitthvað. Þetta er svolítið fúlt að það skuli ekki vera meira sem að lífið býður upp á. Ókei,
Hvað er það þá sem ég þarf að gera? Já, ég þarf að fjárfesta. Það, þú að gera það. Þú fjárfestu við. En fjárfestingin, hún er til að hvað að segja, að tryggja það svolítið að peningarnir, allir þessi sjóðir, þegar núna þegar ég fer að skoða sjóðina mína, að þá er ég með fullt af sjóðum sem bara eru bara peningar á bankabók með engum vöxtum, nánast, og sem ég hef þarna til öryggis, en þeir eru ekki að gera neitt þessi peningar. Ég er kannski með varasjóð fyrir bílaláninu og varasjóðurinn er orðinn hærri heldur en sko lánið. Af hverju borga ég þá ekki lánið? Þannig við finnum það eru sjóðir sem eru þarna til öryggis en eru í rauninni að taka af okkur lífið. Þetta sé ekki svolítið Jóakim aðalönd þarna að eiga fullt af pening en það má ekki nota það. Þannig hann er alveg jafn fátækur og Andrés, þótt Andrés sé bara eigi enga pening. Annar á ekki pening og hinn má ekki nota þá. Ok, en samt sko, af hverju þarf ég að fara að bæta ykkur við mig hérna? Það er svolítið tregða að gera það. Þannig að enn á ný lendum við í því að neita okkur að fara frá einu þrepi á annað. Þar sem við höldum að núna hljótum að vera komið þar langt að þetta sé farið að virka. Svo fjárfestum við. Kannski fjárfestum við í hlutabréfum. Kannski fjárfestum við í því að borga niður lán. Kannski vorum við með sjóð fyrir því í skrefinu á undan. Þannig að sumir sjóðir að gera gagn og aðrir ekki að gera neitt gagn. Þannig við ákveðum að taka hluta af þessu pening og fjárfesta að hvort þið getur látið þessa peninga fara að vinna fyrir okkur. Og við finnum einhverja leiðir og það er svolítið misjafnt hvernig fólk vill fjárfesta. Tónlistarmaður, hann vill sennilega fjárfesta í græjum, af því að við erum ekki bara að fara að fjárfesta fjárfestingarna vegna. Við viljum að þessi peningur geri eitthvað ákveðið fyrir okkur. Þegar við erum núna ekki endilega að leita því að halda jafnvægi og vera í núllinu eða 0 plus. Við erum að fara að gera það, við erum að fara að fjárfesta í okkur sjálfum. Hver er ég og hvað vil ég gera í þessu lífi og hvernig getur fjárfestingin hjálpa mér að vera sá maður. Þannig að við uppgötum það að þess að komast upp úr meðhlutanum í ástríðum, þá þarf fjárfestingin að hafa hlutverk. Hún þarf að vera að gera eitthvað ákveðið fyrir okkur. Það er það. Þannig að hlutverk. Við erum næstuð komin á leiðarenda en við vitum samt ekki hvað þessi leikur gengur út á. Við erum búin að sjá það og við byggðum brú til þess að reyna að komast þetta á milli. Já. Og við erum að nota brúna en við erum samt að lenda í þessar íhaldssemi sem var undir sannleikann sem sannleikurinn í rauninni alltaf bara stekka að leggjast ofan á hann en okkur finnst við vera að svíkja sannleikann og við þurfum að vera áfram. Ég ætla að bíða með síðasta kassan og fara að skoða burðargetuna.